verkum Eggerts Péturssonar bara ein árstíð, sumar. Eggert löngu landsfrægur og vissulega þekktur langt út fyrir landhelgina fyrir blómamálverkin sín. Nú að koma fram teikningar sem Eggert gerði skömmu eftir að kom heim frá námi í Maastricht í Hollandi fyrir aldarfjórðungi. Teikningarnar voru í bókinni Íslensk flóra eftir Ágúst H. Bjarnason sem gamla Iðunn gaf út fyrst árið 1983. Ágúst var líffræðikennari Eggerts í menntaskólanum við Tjörnina, svo það var stutt yfir lækinn. Í íslenskri flóru voru teikningar Eggerts meira líkt og skýringamyndir, myndskreitingar, nú eru þær aðalatriðið og í réttri stærð. Það reyndar svo langt síðan að ég teiknaði þetta að það eins og ég sé að horfa á verk eftir annan listamann, segir Eggert. Þetta á enda ótrúlega fallegar teikningar, alls ekki steindauðar á þykkum pappírnum, heldur lifandi og suðandi lykt af sumri í loftinu. Þetta eiginlega, þetta eru gvasslitir sem eru eiginlega þekjulítir, aðeins svona ekki eins glærir og vasslitir og eru svolítið þykkari sko. En sem sagt ég gerði svona lauslega kannski blýantstekningu og síðan vann ég þetta allt með litunum og allir blýantur þurrkaðar út. En sem sagt ég vann eftir þurrkuðum inntökum mikið. Fekk lánuð inntök á Náttúrufræðistofnun og svo var Ágúst kom alltaf með viku eða 2 vikna millibili og skoðaði árangurinn og kritiseraði og svo lagfærði ég og breytti og þannig við unnum þetta saman. Var hann eitthvað í hlutverki kennarans þá svona skammaði þig svolítið stundum? Jú, ég fekk að heyra það. Vantilega hrósað líka? Já, og stundum var þetta erfitt. Ég man eftir einhverju strái sem að það voru 2 tegundir og önnur munurinn var þannig að ef maður sleikti tungubrotin á stránu þá var önnur tegundin aðeins skarpari. En þetta var nokkuð svolítið erfitt kannski að ná í hérna á teikningu. Já, þetta sleikt og þetta ósleikt. Já. Eggert byrjar vinnudaginn á að rétt velgja í litunum með smávegis af terpentínu. Svo byrjar hann að mála frá morgni og frameftir, samt aldrei lengur en til miðnættis. Hann með nokkur verki í gangi í einu og nett sækadeilega í þeim nýjustu, blómabreiður sem blómstra ekki í rauntíma. Þetta hafa heldur aldrei verið raunsæðisleg málverk, þótt hægt sé að þekkja íslensku blómaflóruna í þeim. Hvað ertu búin að vera lengi með þessa mynd sem þetta? Ég byrjaði á hann í vor sko, þess að ég er búin að vera náttúrulega í öðru myndum, þessu sem eru hann að bakvið líka. En hún klárast ekki fyrir einhvern tíðan á næsta árið. Það verður skrifað svolítið þetta að þú skissar fyrst og teiknar myndin upp og fer svo í að mála hana. Er það ferlið alltaf? Já, oft hugmyndirnar getur verið gamlar sko. Síðan, já, er svona löng svona forvinnsla, þannig að ég vinn mikla forvinni þangað til að ég kom með myndina svona í þessa vinnubók. Þá er komin eiginlega uppskriftin og þá get ég farið að strekkja, eða láta strekkjast í rigan og byrjaði á sjálfri myndinni. En síðan eru þetta alltaf svona 4 lög, cirka. Ofta einhverjir ákveðnir staðir eða einhverjir ákveðnar plöntur, sko, þá þarf ég ofta að fara á staðinn og taka ljósmyndir og skissa og vinna alls konar þannig vinnu og síðan átta mig kannski á einhverjum smáatriðum í sambandi við plöntuna því ég fylgi nú alltaf einhverju vísindalegri nákvæmni með það. Þótt ég leyfi mér ýmislegt orðið. Hvað áttu við því? Já, ég kannski farin eins og í nýjustu myndunum hef ég blandað saman mismunandi tímum sumarsins. Þá blóm sem myndu kannski ekki raunverulega blómstra á sama tíma en þetta ekki svona ekki þurr skrásetning.
En þið finnst mikilvægt að fólk þekki blöndunar, að það viti svona Já, það er svona til þess að koma... Kannast við sig í kjósinni? Já, til þess að koma ímyndunaraflunni í gang. Þannig að þetta er bara eins og einhver tungumál sem maður tjáir sig á. Þannig að fólk verður þá að þekkja stafrófið og svona stöku orð til að geta þetta er bara stafrófið og raun og veru þessi bók er bara eiginlega stafrófskver. Flóran. Hún er svona kannski lykillinn að þessu öllu. Þeir eru að horfir á þessa myndir núna og nú náttúrulega gegna þetta aldrei öðru hlutverki í þessari nýju bók, vegna þess að í staðan fyrir þetta séu svona eins konar myndskreitingar við texta, þá er þetta raun og veru burðarvirki bókarinnar, það eru þessar myndir. Þetta er svona megnið af þessum plöntum sem að vaxa hér, þessar aðaltegundir og einhvern veginn, ég tímdi aldrei að selja frá mér eða gefa þessar myndir, þannig að ég átti þetta allt saman. Hverja einustu? Hverja einustu mynd og ég finnst bara mjög gaman að sjá þær aftur komna saman og í svona fallegri bók og þar sem það fá virkilega að njóta sín sem teikningar eða vatnslitamyndir. Þótt að þessi bók, Íslenska flóran, hafi verið náttúrulega stórvirki á sínum tíma, þá er hún líka barnsins tíma. Það náttúrulega fá einhvern veginn ekki að njóta sín eins vel svona saman sko, og svo stærðarhlutföllin kannski ruglingsleg. Nú er búið að raða líka myndunum eftir Linné-kerfinu sko, ættakerfinu, og þá einhvern veginn það kemur einhvern veginn sterkar út sko, og allar myndirnar voru unnar í raunstærð og einhvern veginn það verður einhvern veginn sterkari heildin og svona sést hvað íslenska flóran er. Það er búið að skrifa óskaplega mikið ekkert myndlistina þína. Já, og alls konar hluti. Finnst þér allt merkilegt, má ég spyrja svoleiðis? Jú, það er allt svona, það er alltaf spennandi að sjá eitthvað skrifað. Það hefur allt rétt á sér sko, það sem að skrifa svona það sem fólk sér, það er náttúrulega. Ég hef ekki lokað orðið það hvað fólk á að sjá og skilja með þessum myndum. Ég má til með að máta á þig eitt sem ég sá skrifað þig og það var einhvern veginn svoleiðis að væri Eggert Pétursson svona frægur eða hann væri kona. Sástu það? Jú, ég sá það. Það kom mér nú reyndar ekkert óvart. Ekki? Nei, þetta er nú svona frekar kvenleg í því að fást upp blóm og jafnvel við myndlist og málverk. En það skemmtur þú vingill. Jú, kannski er ég bara svona bara eins og hvítur maður að spila blues. Það pirraði þig ekkert? Nei, mér var mjög gaman að heyra þetta. Mér var líka að hugsa til þess að þessar myndir sem við erum að horfa núna og þú ert að vinna að núna, að það er langur vegur síðan þú varst að teikna þessar myndir í blessuðu bókina, flóruna. Já, það er svolítið svona eins og annar listamaður sko. Það var nú sama í fyrra þegar ég var með þessa sýningu á Kjarvalsstöðum sko, þá voru dregin fram elstu verkin. Jú, það er nú skrítið að sjá þau aftur en ég vissi svo sem aðeins var ekki búin að gleyma þau. Og það er þráður þarna? Já, það er þráður náttúrulega. Jú, og ekki alveg víst hvað þetta endar.